Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að halda áfram í þessum ferða- og hátíðahugleiðingum því að núna á morgun laugardag fer Hríseyjarhátíðin fram í Hrísey og hingað til mín komin Linda María Ásgeirsdóttir til þess að segja mér betur frá því. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Hríseyjarhátíðin, það er löngu búin að festa sig í sessi og fer fram núna aftur á morgun, laugardag. Og hvað verður í boði fyrir fólk sem ætlar að leggja leið sína í eyjuna? Við ætlum nú að bjóða svona aðalega upp á dagskrá fyrir börnin. Já. Við erum að hugsa að vera með ungmennafélagi Narfi í Hrísey, ætla semst að sjá barnadagskrá og þau eru bara búin að vera hérna núna í heila viku að búa til dagskrá og við erum komið með svona gott svæði, útivistarsvæði fyrir neðan verslunina sem við köllum hátíðasvæðir. Já. Því það er svið og svona sem við höfum haldið hátíðina síðan 1997 og þar verður bara alls konar leikir. Já. Það verður pönnufótbolti og alls konar svona eitthvað sem ég hef ekki hugmynd um. Nei, ég hef ekki svona veltið hvernig og vonandi svona vassbolti, það er geggjastuð, þá ertu bara að spila fótbolta í sápu á plasti. Það er mjög vinsælt. Já. Og svo erum við með náttúrulega hoppubelg og þannig minigolf og það er bara, þetta verður rosa gaman. Svo verður keppnir, það verður litla kirkjutröppurhlaupið, það verður endurvakið. Já. Það var hérna alltaf á árum áður og var mjög vinsælt. Og það er miklu auðveldara heldur en ykkar kirkjutröppurhlaup. Já. Þannig að þetta verður bara, og svo verður bara ýmislegt. Það verða markaðir, bæði í heimahúsum og hérna, svo verður nemendafélagi með flóamarkað sem er sem sagt fjáröflun fyrir þau. Já. Og það verður rababara-hjónin sem að búa í Hrísey, þau verða með svona rababara-smakk, saft og sultur og alls konar og svo verður garðakaffi sem er svona nýjasta viðbótin á hátíðinni, það sem að er boðið í kaffi heim í görðum. Bara í görðum hjá fólki. Og það er bæði íbúar og sumarhúseigendur sem eru að bjóða upp á það. Já. En skemmtilegt. Þannig að það verður aldeilis fjölbreytt dagskrá og náttúrulega veðurspáin er þannig að það verður engin svikin held ég að því að vera í Nei, ég held að stefni bara í góðan dag að koma bara yfir með ferjunni og njóta dagsins í Hrísey. Og það verður líka listasmiðja. Já. Sem að þær eru með hérna Jonna og Brynhildur Kristins, Bilda. Þær hafa verið að koma í nokkur ár og þær eru að ferðast núna Norðurland með brúðugerð held ég. Það verður að laugardagsmorgninum. Já. Og svo er opnuð málverkasýning í Verbúðinni. Þannig að popvélin kemur og stígur á svið einhvern tímann daginn og hún er vinsæl hljómsveit með einhvern sumarsmell núna. Já, æðislegt. Þannig að það er bókstaflega eitthvað fyrir alla. Já, ég myndi segja það, Já, og þetta er náttúrulega, fólk fagnar því núna að geta komið saman aftur. Það hefur kannski verið svona tvísýnt í skipulagningunni hvort það væri hægt að halda hátíðina. Já, við byrjum yfirleitt mjög snemma svona ekki mjög snemma en svona í apríl og svona það þarf að sækja styrki og svona. Já. En við eiginlega fórum bara í þetta núna. Það er ekkert marga vikur síðan, en við erum náttúrulega með bara uppskriftin af þessu. Já. Og við erum orðin svo sjóuð í þessu að það er ekki einu svona nefnd. Það er bara svona Facebook skilaboð á milli manna. Já. Og það bara fá allir sitt hlutverk og svo bara hittust við og þá eru allir búin að gera sitt og þá er bara komin hátíð. Já, þetta er æðislegt. Þarf ekki að vera flókið. Nei, einmitt. Þetta er og þægilegt örugglega líka að þetta er bara þessi dagur, það er bara laugardagurinn sem er undir. Já. Það er að vísu óvissuferðir á föstudeginum. Það verður óvissuferð fyrir börn, unglinga og svo fullorðna. En það er orðið eiginlega bara svona sér. Það var alltaf inn í hátíðarnefndinni eða undirbúningshópnum. En nú er það bara sérhópur sem sér óvissuferðirnar. Já. Og ungmennafélag ætlar að sjá óvissuferðirnar fyrir börnin. Akkúrat. Ef fólk vil skoða dagskránna betur og kynna sér, er hægt að finna hana einhvers staðar í netheimum? Já, við erum nú ekki komið tímasetningarnar en það verður, þetta er inn á hrísey.is. Hrísey.is. Já, það er hægt að sjá svona helstu dagskrá liði. Já. Annars er náttúrulega rökréttast bara að fólk
taki fyrstu ferju út í eyju og verði bara allan daginn, er það Njóti ekki? bara dagsins, Já. Ekkert, við erum ekkert að tíma setja eitthvað, þú veist, þetta verður bara svona flæðandi. Já, Garðakaffi verður milli 3 og 5, þú veist, og svo bara hitt í boði. já. Þannig að fólk getur meiri segja að þá farið í kaffi í nokkrum görðum, sko. Já, það er einu 5 sem eru komnir. Já, já. Þannig að fólk getur svona verið að færa sig á milli. Já, getur alveg borðað sér sennilega bara Já, bara... mjög mett. Já, já. Og hvernig finnst þér sumarið annars leggjast í Hríseyinga? Er ekki bara bjart framundan? Jú, við erum bara mjög glöð. Já, Og það er gaman að segja, og kannski má ekki tala um það, en með hafgóluna, sko, það er nefnilega, hún er yfirleitt komin hérna 1. júlí klukkan 11, þá er hún mætt á svæðið. já, Og ég veit ekki hvort ég er að tala til mín núna, en hún hefur ekki látið sjá sig núna í sumar. nei. Þannig við hefum verið bara í sömu blíðunni og allir hinnir. Já, Og þetta er bara yndislegi dagar og bara við erum að reyna að njóta þeirra í botn. Dásanlegt, sko. Allir hafgólan er örugglega bara farin eins og margir Íslendingar hugsa sem hún eitthvað erlendis og verður þar bara vonandi fram á veturinn eitthvað. Hún má líka bara alveg flytja ánga, sko. Já, flytja lögheimilið. Já, mér líst vel á það, þannig að við vonum að það haldi áfram, sko. Það væri, og hátíðin njóti góðs að því. En allavega það spáir 20 stiga hita og sól, þannig að ég held að, eins og ég segi, það verður engin svikin að því að fara og spila smá sápubolta eða hlaupa kirkjutröppulhlaup eða hvað það er sem að fólk þolir í hitanum. Já, svo endur við daginn á brekkusöng og varðeld og klukkan 11 síðasta ferð í land og þá er allt búið. Þá er allt búið, já. Það er ekki djamm eða svona hjá okkur. Nei, bara svona fjölskylduvænt. Fjölskylduvænt og gaman. Já. Þetta er alveg borðleggjandi fyrir þá sem að sko er á svæðinu og jafnvel bara fólk sem vil gera sér ferð, það er bara stökkva í bílinn og keyra í fyrramálið og drífa í þessu. Já. Þannig að mér líst afskaplega vel á þetta. Ég vona bara sem flestir mæti á Hríseyjarhátíðina. Hún er sannarlega búin að festa sig í sessi. Þetta er þá hvað? 20. og 4. árið, er það ekki? Vá. Nei, hún var ekki fyrra. Hún var ekki fyrra, já. 2003. En fyrra er ekki til. Fyrra er ekki til, ég held að við bara blákalt að segja 2004. Hún var haldin í hugum fólks í fyrra. Já, þannig að það verður þá kannski ennþá meira húllum hæ á næsta ári. Já, hver veit. Það kemur í ljós bara. Þangað til þá bara njótum við þess náttúrulega að mæta á þessa hátíð. Hvetjum alla til þess að gera það og þakka þér bara kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja mér og okkur frá þessu. Takk fyrir.